Gaman að fá þig heimsókn. Já, takk fyrir að fá mig. Þetta var búið að vera smá tími í vinnslu okkur. Já, nokkur ár síðan sendir á mig, held ég fyrst. Já, sko ég voru að hugsa um þetta því við vorum með sama útgefanda. Já, einmitt. Mér langaði að byrja bara aðeins að, spyrja út í það, hvernig að skrifa bók. Hvernig fannst þér að skrifa bók og síðan við eigum það kannski sameiginlegt að hafa skrifa bók þar sem að við höfum opnað okkur svolítið okkur sjálf. Já. Það er svona hvernig var það fyrir þig? Að setja þig svona mikið að nút? Ég fékk þessa hugmynd, ég var að rifja upp þegar ég var að hjólinga. Ég fékk þessa hugmynd í ágúst 21. Þá kom bara mjög sterkt til mér bara, herðu, nú bara verði ég að komast út. Og bara blunda í mér einhvern veginn, alltaf einhver gremja, alltaf einhver svona pirringur yfir að líða eins og ég sé ekki skilin og auðvitað líður okkur mörgum oft þannig og þú veist, það er ekkert eitthvað að hluta lífinu. Já, það er ekkert eitthvað, þú veist, einstakt til mig en samt sem áður, ég er að klíma við tegundafíkn sem ég fannst þannig bara mjög ekki þekkt, það er aftur að vera mjög algeng, held ég þannig að ég einhvern veginn bara fékk þessa hugmynd, heyrði í kærasta vinkonum minnar sem að vann hjá Sögum og sendi hann bara SMS, hæ, hvað þeir að gera til að skrifa bók og hann sendi baka skrifa bók Góður. Og þannig að ég bara settist niður og drattaði eitthvað upp og sendi á Sögur sem að list svona vel á og þá bara byrjaði eitthvað ferli sem ég get eiginlega ekki útskýrt, sko. Þetta voru 7 mánuðir af bara, ég var vakin og sofin yfir þessu. Þú veist, já, það var alveg bara musa kom bara eins bara með kvelli inn í mig og ég bara, ég vissi bara ekki hver ég var bara satt og skrifaði og bara, þú veist, þessu milli þurfti að stilla klukku, til að mæta á réttum tíma á æfingar, af því ég bara ég bara alveg gleymdi mér í þessu þannig að hvernig var að skrifa bók, það var æðislegt en auðvitað bara svona, tók líka á, ég var ofta að vakna á næturna, bara, ég var að skrifa þetta og, þú veist, ég veit hvort að þú hafir verið í sama svona ferli, ég held að bækur og bara list almennt geti orðið til á svo mismunandi hátt, og svona, þú veist, ég finna, mér langar að skrifa meira og ég finna að ég þarf að tempra væntingarnar með að þetta gerist aftur, þetta var bara eitthvað einstakt sem að koma yfir mig, og margt svona eftir, þú veist, og svona alltaf, satt ég yfir og þá var svona meira, þú veist, hausinn að fungera þegar ég var að lesa yfir textana mína, en stundum satt ég og var bara, skrifaði ég þetta, þú veist, og þá er ég ekki að segja þetta á okkur hégóma fullan hátt, en ég virkilega bara svona, vá, hvað þetta var að koma frá einhverjum svona kjarnastað, sem að ég veit ekki alveg hvernig ég náði að tappa inn á, en það bara einhvern veginn gerðist. En ég þetta ekki einmitt, ég sagði það þegar þú komst, ég var á tónleikum í gær eða svona kirtan í Hörpunni og ég var að horfa á trommuleikarann og eftir svona þegar hann komið svona klukkutíma 1,5 inn, ég horfði á hann maður bara í transi það var augljóst, hann var alveg búin að missa að trakka á tímanum og hann var bara að improvisa eitthvað og þetta er svona ástand sem að einmitt, talandum þú veist hvort sem að það er fótbolti eða að skrifa, þetta er svo eftirsóknarvert ástand þegar þú kemst svona einhvern veginn út úr sjálfum þér. Og maður kannski þarf að passa sig, þú veist, að mér fallið það dvelja í þessu, en ég vil samt heldur ekki verða háð þessu, eða svona, þú veist, að vera eitthvað svona heimtu fyrir að gáða þetta, Ég er erfitt að ætlast til þetta ástand komið. Já, algjörlega, en já, ég hef mitt alveg upplifað þetta inn á vellinum líka, en ég fann samt svona að það var alltaf að minnka og undir lokin svona var ég meira alltaf farin að vera í hausnum á mér heldur en bara inn á vellinum. Já. Þannig að það er svolítið fyndið að fylgjast með svona þeirri vegferð, að ég held að þau sem að ná þessu lengst ná að dvelja sem mest í þessu, en Já, ég hef oft hugsað, því að á vini mitt sem eru að spila á mjög háu level í fótbolta og það lítur að vera martröðin, ef þú kannski fari gegnum einhvern erfiðan kafli í lífinu, oft einhvern veginn virðist að virka þannig að þú, svo bara þegar þú ferð inn á völlin með adrenalínið áhorfenduna, að þá nærða són út, en að vera, þú veist, í einhverjum mjög erfiðum leik að spila á móti bara, þú veist, þar sem allir eru einhvern veginn on point, en þú ert bara eitthvað að hugsa eitthvað annað. Þú veist, það lítur að vera algjör martröð, Já. Stundum mögulega getur þú bara svona teikað aðra og komist inn í svona sama flow, en já, ég hef alveg upplifað bæði að vera bara alveg
innit og líka En lengst upp í hausnum á finnst þér eins og það hafi verið, þú veist, ástríðan fyrir fótboltanum hafi verið að fara niður þegar þú ert farin að vera aðeins meiri í hausnum á þér? Já, góð spurning, ég myndi halda það. En svona ástríðan fyrir leiknum sjálfum var ennþá til staðar til hætti, en svona ástríðan fyrir allir umhverfinu og hvað mér fannst margt að í umhverfinu, ég var farin að svona taka meir eftir því og það er kannski líka indikator á ástríðan sem farin ef maður er einhvern veginn farin að pikka út slæmi hlutina í umhverfinu sko, frekar en þá góðu sko. En já, ég held einmitt líka það að svona á meðan ástríðan er hátt uppi þá er léttara að komast inn í þetta steit sko. Hvað var það í umhverfinu sem þú farin að taka eftir? Á ég að byrja? Já, ég get ekki sleppt þér sko. Nei. Að því eins og ég segi, ég teka fram, ég ætla ekki að nafngrina það, en ég á góða vini sem eru, og einn þeirra er bara að hann getur ekki beðið eftir að hætta út af nákvæmlega þessu, sko. Já, það er svo þess. Ég er bara svo þetta umhverfi trufla mig svo mikið. Ég svona það fyndið, sko, oft hef ég svo úslega sterkar skoðunar á einhverju og næ ekki alveg að formuleita þær, og þetta er svona eitt af því. Einmitt, þegar ég hætti, þá var ég spurð út í eitthvað svona, já, hvað vildur challenge meira, eitthvað svona, því ég sagði í einhverjum kveðjupústi að ég hefði viljað challenge meira þessu umhverfi og þegar ég var spurð út í að þá leið mér þess að ég næði aldrei að formuleita þetta nóg vel og það er eiginlega sama svona til að hoppa úr einu í annað, það er eiginlega sama með sko ástæðan fyrir ég skrifa þessa bók ég var ekki að ná að útskýra fyrir fólki hversu erfitt það er að lifa með þessa fíkn og hversu mikið svona einhver microaggression á bara nei, máttu nú ekki fá því smá og svona allt, allir þessi litlu hlutir þetta microaggression sem er svo erfitt að taka saman í orði, þannig að ég einhvern veginn náði að tappa betur inn á það í svona skrifuformi og sama eiginlega með fótboltaumhverfið við getum alveg reynda kasta ykkur á milli okkur núna sko ástæðan fyrir að ég forvitin að spyrja þig er að ég, þú veist, eins og segja þetta er góðu vinnu minn og það sem að ég myndi segja svona, ef ég á að koma orðum að það sem angrar hann, það kannski og það er svona, finnst mér forvitinilegt hvort það sé eins í kvennaboltanum að það er þessi svona pínu svona allir eiga að vera að setja upp grímu og það skortir einhvern veginn svolítið einlægni og inn í klefanum og þetta sko, skilur jafnvel þó honum, þú veist, finnist félagarnir alveg skemmtilegir, þá er þetta bara, honum finnst þetta rosalega yfirborðslegt. Ok, takk. Það eiginlega summerar þetta upp, sko. Við getum farið í alls konar, við getum farið út allt, sko, og ég held að, þú veist, kalla kvennaboltinn sé á mismunandi stað þegar kemur að, sko, með svona við kvennamegin erum bara ennþá að læra það að við erum orðnar stórstjörnur eitthvað sem að kallarnir kunna skilur við erum svona ennþá einhvern veginn ótrúlega meðvitaðar þú veist, maður svona finnur að stelpur fagna og það eru meðvitaðar myndavélina og svona einhvern veginn, kunni ekki alveg og þú veist, nú eru bara flest almennlega lið komið með vídeómyndavélar á öllum, þú veist, leikjum og æfingum, eða svona bara, þú veist, við erum farin að vera einhvern veginn með miklu meira presens og kannski kunnum mögulega ekki alveg á það þannig að það var svona margt tengt í sem að kannski truflaði mig sem ég held að sé meira vandamál ef það er að kalla þú veist, mér fannst það vandamál en fólk getur ósamlega. En já, þú eiginlega summeraðir upp þetta mjög vel. Það er einhvern veginn enginn að reyna að vera feik en það enda allir á því að vera feik. Þannig að það er komin einhver svona prumpulegt sem að, þú veist, allir smá finna en enginn samt einhvern veginn, láta eins og það sé ekki þarna, sko. Þannig að, þú veist, ég er ekki að segja að allir sem að æfa fótbolta séu ekki en genuine og get ekki verið í sjálfinu sínu en þegar þú ert komin í þetta umhverfi þá einhvern veginn eru svo allir detti úr sjálfinu sínu. Þannig að þetta verður mjög yfirborðskennt, já. Þannig að, já, ég eiginlega tek undir þetta, sko, og ég fann að ég var bara einhvern veginn ég var bara ekki með bolmagn til að vera í þessu umhverfi lengur, það sem það var allt svona, já, ingenuine, sko. En aftur þá er ekki benda á einstaka einstakling og ég datt sjálf í það að vera bara eitthvað svona baktala og pyrra með öðrum og einhvern veginn vera bara í einhverju svona, já, drullum allinu með öllum, sko, þannig að já, en ég er ekki með það að því sem ég svo áhugavert þegar þú segir þetta, þegar orðið þetta svona þá þegar við tökum þetta bara út í samfélagið almennt að það sem ég hef stundum sagt við hann svona, þú veist, hvað með að þú prófir að vera lítir bara þú veist, þú ert komin á ákveðin aldur og þú ert þú veist, bara það eru ungustrákandi líta upp til þín ef þú ert bara rosa einlægur ekki van með þetta, þú veist, að kannski eru bara allir að bíða eftir einhverjum til þess að leiða þá þangað. Algjörlega. Og maður er svona samfélagi almennt. Já. Ég hugsaði svo mikið að skilja bara eitthvað þetta fara út á föstudögum og laugardögum og detta í það og lalala, því það er leiðin til þess að tilheyra og vera með fólki. Já. En ef einhvern segir, langar þú kannski ekki að hafa þetta svona?
er kannski meira næs að við bara búum til social svona norm þar sem að við hittumst undir öðrum aðstæðum heldur en alltaf blind full til þess að syngja og dansa og við erum jafnvel komin heim á skikkanlegum tíma þannig að við getum hvílt okkur vel kannski eru bara rosa margir að bíða eftir því en allir eru bara að spila með að því bara everybody's doing it og svona höfum við alltaf gert það Sko, já, það er nú gestur svo varst með hérna nýlega Dúa Einmitt. Hún, hérna, ég var um þetta fyrirlestur hjá, eða var fyrirlestur, hún talaði eins og mér finnst það svo geggisetning að sjálfið er smitandi og það, mér finnst þú svolítið verið, ef ég skilði rétt, mér finnst svolítið að tappin á það, bara þú veist, það er smitandi að vera genuine, eða einlægur og hérna, já, þannig að, jú, en mér finnst samt svona varhugavert að fara þangað eins og maður sé smá að setja sjálfa sig á okkur stall, eitthvað svona, ég er búin að finna mig, ég getur einlæg, allir aðrir Nei, bara vera maður sjálfur. Já, ég tel mig alveg hafa gert það, þú veist, bara í gegnum alla mína sjálfsvinnu út af mínum sjúkdóm tel ég mig hafa verið mjög einlæga á, þú veist, eða þú veist, bara síðustu ára á mínum ferli, en ég var líka smá svona hippin í hópnum, skilur við. Ok, hvernig þá? Þú veist, bara í þessu umhverfi þar sem einhvern veginn allir eru svolítið bara gangi svipum fötum, eru svolítið að gera sama, bara hlusta svipaða tónlist, einhvern veginn eru bara í þessu svolítið svona búblu, þá, þú veist, bara með því að vera eitthvað svona smá öðrisi, þú veist, ég var ekkert að mæta einhverjum mussum fyrir, þú veist, leiki eða eitthvað skilur en ég fekk ekki fataskápið þinn lána, sko. Fataskápið minn? Ég er ekki... Endilega, skjóta á mig. Já, nei, en já, það er svona, ég upplifa alveg, og þú veist, ég á líka bara, þú veist, vini sem hafa svona svolítið tekið með þessa nálgun, þá, þú ert alveg, það er alveg litið upp til einstaklingana, en það er líka smá bara svona þetta skrýtningurinn, eða þú veist, já. Alveg smá, sko. En býtu ég ætla nú að segja það er mjög góð punktur út af því að hérna, þetta er svona smá monokúltúr, það er allir eins og maður sér einmitt einhverja, það er einhverju fótboltamenn sem eru komnir í einhver föt og svo er allir komnir í sömu fötin. Já, en þetta, eins og segir, þetta er náttúrulega translitast bara yfir á samfélagið, þú veist, þetta er ekkit einskorða við fótboltan, en það er kannski svona, ég var komið smá þráhyggju fyrir að pikka allt út þegar kemur á fótboltan, en svona okkur til varnar líka, þá, náttúrulega, ef þú ætlar að ná þessum árangri í þessum samkeppnisdrifna heimi, þá þarftu líka að vera bara ótrúlega upptekin af sjálfu þér og upptekin af hópnum sem þú ert hluta af, skilur. Þannig að aftur okkur til varnar þá er þetta alveg eðlileg þróun af því að þú ert bara alltaf að pæli sjálfu þér og hvernig þú getur best að sjálfa þig og svo vonandi liðið, þú veist, one would hope að það sé svo lokamarkmiðið, þannig að þá ert ekki mikið að pæli ástandinu í Íran eða eitthvað, skilur og þá er ég ekki að segja að fólk sé ignorant en það líka, þú veist, voru ekki mjög örvandi samræður oft við borðið af því að það var bara, við vorum bara einhvern veginn að vinna í okkar Nei, þetta skilja rosa vel, og þú veist, auðvitað getur maður ekkert verið með, þú veist, allt á hreinu, þú veist að besta það á einum stað þá bara Ég líka bara þú ert komin því herra level sem þú ferð á, því meira einhvern veginn það er svo mörg störf þar sem að þú veist, ef þú þyrftir að fara í gegnum tímabil þar sem þú værir að umbreyta þér yfir í að verða aðeins einlægari þá þýðir það kannski þú sért aðeins viðkvæmari og í mörgum störfum er það bara allt í lagi, en ef þú ert í einhverju svona mjög háu keppnis þá getur það bara þýtt og verður allt í mjög lélegur inn á vellinum og þá, þú veist, það er bara, ok, mér langar rosa að verða einlægur, en fórnarkostnaðurinn er að það mun vera eitthvað svona transition tími þar sem að ég, þú veist, heilin í mér kann að fara í þessu mótiðin á völlin og á æfingar. Algjörlega. Og ég, þú veist, þannig ég skil alveg hvað þú ert að fara, þú veist, þú veist, í svona hákeppnis umhverfi, sko. En þarna þá, sko, bara, já, kemur alltaf eitthvað nýtt upp þegar þú, hérna, talar. Þetta er alltaf líka, sko, præm umhverfi til að kenna okkur að sko hunsa eigin þarfir og það er bara eitthvað sem að ég hef, þú veist, þurft að vinna í núna eftir ég hætti að bara svona einhvern veginn að fatta bara hvað þarf ég skilurðu, og þess að núna ég er búin að vera með hérna brjósklós í heilt ár og ég var bara ennþá, þú veist, ég var hætt í fótbolta, ég var bara að keyra mig áfram í vinnu og kunna ekkert annað en bara, herðu, the team needs me bara mæti vinnun, þú veist þannig að svona bæði tilfinningarlega og líkamlega þá vitum við ofta ekkert hvað við þurfum raunverulega að því að einmitt bara, þú bara þarfst að tappa inn á bara, herri, ég þarf að mæta inn á völlin, ég þarf að mæta á æfingu, ég þarf ekki að, þú veist, ég þarf ekki að finna hvað ég þarf, að því ég bara þarf að, þú veist, já. En hvernig fór ég svona mikla fótboltaumræðu hérna? Já, nei, mér langar að fara að færa mig yfir í, sko, bókina þína og hérna, þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.